kominn tími til að ræða sjávarútveginn í þessum þáttum. Sama viðtalið Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Velkomin. Takk fyrir. Þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið og tala það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB. Hvað það helst sem að þið teljið að segja það sé ástæðan fyrir því? Það vill ná svo til að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skatttekna, heldur líka heilsa á störf og störf víðsvegar landið og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá það auðvitað þannig að þú missir yfirráð eða forræði á úthlutun kvótans ákvörðun heildarafla. Það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi. Það ekki hægt að gera það að skilyrði að fiski sé landað á Íslandi, það ekki hægt að gera það að skilyrði að fiskur sé fluttur til vinnslu á Íslandi, þannig að það væri hægt að veiða fiskin á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það gott að búa í Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti úr þessari mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undanþága eða bara taka upp í heild sinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Við viljum að kryfja þetta sem þú segja aðeins betur og ef við gefum okkur það að það verði engar undanþágur frá núverandi sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þar að segja ef að Ísland myndi ganga þarna inn, það engar undanþágur. Af því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það runni færist úr landi, færist frá Íslandi til Brussel. Hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega ef við kannski hugsaum það að það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundnu stofnar að kvótanum yrði hvort úthlutað til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða. Það þannig? Já, þetta kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varðandi staðbundnu stofnana og ef við fengjum engar undanþágur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá úthlutuðum kvóta á grundvelli reglum svokallan hlutfallslegan stöðugleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynnsluna í tilteknum stofni fær úthlutað aflaheimildum í þeim stofni. Og bara svo það líki fyrir í staðbundnu stofnum, við erum að tala þorsk, við erum að tala ísu, við erum að tala þetta eru svona ufsa, flatfiskategundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan hlutfallslega stöðuleika hins vegar svokölluð afleidd löggjöf Evrópusambandsins. Þetta reglugerð og það hefur ítrekað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins, grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019 að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá úthluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, úthluta kvóta til ríkja sé í raun ekki, hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta hefur leitt til kvótahopps svokalla sem einmitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær úthluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta úthlutað.
Annar þáttur í þessu þá þessi svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna og við þurfum að síld og kolmunni, loðna þar á meðal sem er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga, ekki bara vegna þess að það verðmætur stofn í veiðum, heldur þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu. Þannig að við höfum mjög mikla hagsmuni af loðnunni. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin að við séum sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum. Þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu, þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og Normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þorsk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar, þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þorsk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmunapólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Sko þriðji þátturinn sem ég verði eiginlega nefna líka ef við fáum engar undanþágur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem ég kom inn á áðan sem bara mjög mikilvægt að við reynum að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál. En okkar ræðin erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnana, að þegar við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Við höfum verið í átöku við Norðmenn, við höfum verið í átöku við Evrópusambandið, við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem allir eru sátti við. Og einhvern veginn utanfrá þá segja menn, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja, þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið, þetta eru rökin sem hafa verið notuð utanfrá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum? Nú get ég sagt að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við, að Færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis. Það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum. Spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum. Það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm, þar með tali Íslendingar en þetta eru bara marghliða viðræður margra ríkja, kannski 5 til 6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hvers strandríkis og það ekki, eins og segi, kastljósið ekki sérstaklega á Íslandi. En í þessum samningaviðræðum þá ESB gengur mjög langt til þess að reyna að ná fram sínu kröfum og gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef Ísland var hluti af ESB? Myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum? Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB þá strandríkið og Ísland þar hluti, að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við bíðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland lítið ríki og komandi þarna inn, þráttur að við séum stór fiskveiði þjóð, að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem á sér stað þarna og ef að Spánn styður Hollendinga í að fá eitthvað tiltekið, þá getur vel verið að Spánverja fá eitthvað allt annað frá Hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar. Þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum. Í dag þurfum við ekki.
að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna að semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem er líka athyglivert núna er að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er ESB mjög veikburða strandríki í flestum af þessum stofnum. Þeir eiga lítið tilkall til makrils, þeir eiga ekkert tilkall til norsk-íslenskra síldar, og þeir eiga eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu, en á þessum tímapunkti er ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum. Sko, ef við tölum aðeins það, að því að sko Ísland er, eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi. Við erum stór og eins og þú segir, það geta verið hagsmunir fyrir ESB að fá Íslandi inn sem öflugt sjávarútvegsríki til þess að halda fram sínum hagsmunum. Er það ekki þá vísbending það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja, heyrðu, þið hafið alltaf græða því að fá okkur inn, hvað fáum við í staðinn? Jú, og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindi sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildaríki að samþykja Ísland sem umsóknaríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþyktu það og ef þú skoðar samþyktir þessara þjóðþinga, þú getur skoðað hjá hollendingum, þú getur skoðað hjá dönum, spánverjum, meira þess að þjóðverjum, þá er það forsenda þessa þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum samþyktum er sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þá sem þeir hafa samkvæmt EES samningnum frjálsa fjármagnsflutninga, fjárfestingar í sjávarútvegi. Það er forsenda fyrir því að þessi ríki samþyktu Ísland sem umsóknaríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það er umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum megin við borðið standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin er hérna megin. Þetta er pakkin sem að aðildaríkin 27 hafa samþykkt. En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í er ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax eftir hrun. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annari átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá? Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfströst en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildaríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildaríkja og þetta er nú stolti brennandi spurning sem að við höfum einmitt verið að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlegar undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum í sjávarútvegi, þá þurfa þessi 27 aðildaríki að samþykja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi Íslands til að það teljist varanlegt. Hverjar eru líkurnar til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni? Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki muni illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinni pólitík í sínu heimalandi. En það ekki rök þeirra sem að vilja gangi í Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér grundvallar breytingar á sjávarútvegsstefnunni? Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni
vegna þess einfallega hún ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Bretar ganga úr ESB að miklu leyti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka talað fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurnar til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar, en það gæti hins vegar gerst og það hefur verið bent á, ég las nú ágætisgrein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþágur, en ef þeir mundu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík. Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem eitthvað sem að þið hafi talað mikið eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og Arnarlax og fleiri sem eru að meirihluta í eigu erlendir aðila. Af hverju það í lagi en ekki erlendir aðilar komi inn í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki? Það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðeigandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðeigandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppinn og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætlega, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leyti voru það norskir aðilar, Noregur eru öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna að halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolinmóði fjármagni að halda til að byggja upp þessu atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútvegi í margra annarra landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komið þar að borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar verði í meiri hluti eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarútvegi. En þetta er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa full vinnsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi. En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér? Þetta bara fullkomlega eðlileg spurning, en á móti spyr ég, ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja, eigum við þá innleiða það líka. Þetta eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu, að það siti kannski lítið eftir af úthlutuðum kvóta þessara ríkja, raunverulega hjá ríkjónum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja, já, úr því að þetta leyft annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim málatilbúnaði. Þú nefndir áðan og þetta eitt af því sem hefur verið nefnt að ef að erlendir aðilar myndi geta fjárfest í íslenskum sjávarútvegi þá var hætt á því að þeir myndi veiða fiskinn og í staðin fyrir að landunum hér og vinnan í landi að það myndi fara með en annað. En það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markað. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér ef það væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytja til annarra landa, væri þá ekki bara íslenska útgerðir að gera það hvað sem er? Ef það væri svona mikið hagkvæmara? Við höfum séð að verðmætasköpunin sem hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það auðvitað
bara auðvitað það rekstraleg forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskin heldur en til dæmis normenn sem veri verulegu mæla að flytja nóunn og landi til Póllands og Kína til vinnslu. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afurð sem að þú ert að framleiða. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í frystum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara skólabóka dæmi hversu mikilvægur sveigjanleikin vegna þess að þegar hótel og veitingastæði lokuðu þá höfðu við aðgang að mörkuðum og kunnum sem við gátum afsett þetta inn í frystarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis. Þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli. Þannig ef við ætlum að leggja öll ekkin í sömu körfu og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það. Þá væri það mjög óskynsamlega ákvörðun. Það sem ég velti fyrir mér ef ég erlendur aðili, ég að reka mitt fyrirtæki, ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjávarútvegsfyrirtæki, að ég myndi taka ákvörðun það að minnka verðmætin með því að í staðin fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta eitthvað annað. Er ekki fyrirtæki hvað sem það íslenskt eða erlend, það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnar þar, eru þá ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram? Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst, hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald. Við höfum þetta að tala fyrir því í mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu. Við erum hálaunaland að keppa við láglaunalönd, Pólland meðal annars, Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar ekstrar aðstæðunar eru hér heima. En það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarútvegi, hverjar aðstæðunar eru í því landi og hvort að hann telji ekstralega físilegt að skapa störf í sínu heimabæ eða í sínu heimalandi. Það líka bara getur skipt máli hverrar þjóðerni þú ert. Ég veit til þess og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútvegi þannig að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit. Við getum talað öflug sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum, ekki bara eitt fyrirtæki, heldur kannski 3-4 sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum allt land. Það bara metnaður þeirra að halda því þannig með öllum ráðum og dáð, en það líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan eða utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opin hurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað né hann unnin á Íslandi. Ég ræddi við mann sem starfar í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum sjávarútvegi myndum mögulega græða á því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og regluumhverfinu. Með það sem að sjávarútvegunum býr við hér. Já. Heldur það þannig? Nei. Ekki? Nei. Þetta færist bara til og það sem að gerist þá líka að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri. Og það þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að Hollendingar, Danir, Spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandríkjaviðræðum. Þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamannin það hvernig að skipta þeim kvóta sem að ESB fær, þá það ekki neitt léttmyndið og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru bara mikil hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væri við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir. Við þurfum þess ekki í dag. Við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki
að eiga í viðræðum út í Brussel það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá. Það er það sem við höfum í dag. Þannig við vitum bara hvað við getum mist, hvað við getum tapað. Það er nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega inngöngu í Evrópusambandið, en framöndan þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Viljið þið, eins og talað stundum, kíkja í pakkan? Eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst? Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútveg varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmuni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmuni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarinnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni er best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráð yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar þegar laði fram þessa þingsálitinu finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr? Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútveg varðar í þingsálitinu og það er það sem við höfum gagnrýnt. Og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndar satt í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútveg snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í Silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðum til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt er við með því að við ætlum að halda yfirráðum. Það hefur stundum verið talað talað aðlögun, semja deilistofnana. Ekkert af þessu eru fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarinnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert er að segja við stjórnvöld, útskýrið þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við biðjum er að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það er bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrir sjáanleikan til næstu ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3, 4, 5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki. Og það er mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarkalaust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir á. Eirún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtalið. Takk.